Óskar Hrafn, 3-2 tap gegn Keflavík í Keflavík. Hvernig metur þú frammistöðu KR-inga í dag? Ég met frammistöðuna að stærstu hluta feikilega góða þangað til að við komum inn í teygin á þeim. Ég veit ekki hversu mörgum stöðum við klúðrum, hversu mörgum síðustu sendingum við klúðrum og þú veist, við verðum bara við verðum að gera betur. Ég held að ég man ekki eftir leik man bara eftir leik þar sem við komum okkur í jafnmarga góða stöður. En ég man heldur síðan ekki eftir leik þar sem að við erum jafn kæruleysi og berum litla virðingu fyrir stöðuna sem við erum komnir í. Og þá getur þetta gert sem að gerist út í lokin. Hvað var leikplanið hjá okkur í dag? Spila í gegnum þá, pressa þá og vinna þá. Hvað tekur jákvætt úr þessum leik? Ég tek það að við áttum auðvitað með að koma okkur í góða stöður, þú veist, jafnvel þótt að væri á grasi sem alltaf aðeins öðruvísi heldur en gervigras, þú veist, en ég tek það líka út úr leiknum að ég veit ekki hvað það var, en við þurfum að einbeita okkur betur í stöðunum sem við komumst í. Það voru of margar til þess að gera ekki meira úr þeim. Við fáum raunverulega ekki sérstaklega mörg færi miðað við hversu oft við komumst að teiknu þeirra í fyrirgjafarstöðu, í skotstöðu og þar verðum við bara að gera betur. En þetta er svona, heilt yfir þá náum við að halda í okkar sjálfsmynd sem fótboltalið sem náum að spila okkar fótbolta á grasi sem aðeins loðið völlur en ágætur slíkur og það er fínt. Þetta er leikur sem við eigum ekki að tapa. Amin Kosic er tekinn út af í hálfleik, voru það meiðsli eða eitthvað? Nei, Galdur er búinn að vera frábær á æfingum og er að koma tilbaka og mér fannst reyndar ekki líta hann nógu vel í síðarhálfleikin. Hann var stórhættulegur í fáu skipt sem hann fekk boltann og þú veist, hann átti bara skilið að spila og mun spila meira á næstunni. Aftur á Amin, er það rétt að hann á eftir að spila eitt leik fyrir KR áður en hann fyrir annað? Skulum bara sjá hvað gerist. Hversu ánægður ertu með að hafa landað Jason í dag? Ég er auðvitað bara gríðarlega með það. Ég held að hann eftir að reynast okkur mjög vel. Ég þekki hann auðvitað vel og frábær drengur og frábær leikmaður og hann mun styrkja þetta leik gríðarlega. Salan og Guðmundur Andra til FH, sérðu eftir honum? Ertu sáttu þessa sölu? Nei, auðvitað sér maður alltaf eftir leikmann eins og Guðmundur Andra en það kom tilboð sem við gátum ekki hafnað og hann er auðvitað ekki búinn að vera kannski spila eins mikið og hann er viljað. Leiðin fyrir hann kannski aðeins lengri inn í KR-liðið heldur en mögulega FH-liðið og hann er auðvitað bara á þeim stað. Hann þarf að spila og þannig að maður skilur hann en við sjáum alltaf eftir góðum KR-ið. Sagan segir að Sveinn Arnar Guðjónsson hafi verið að æfa með KR, er eitthvað til í því? Já, hann er búinn að vera að æfa með okkur núna í öðruglega bara einn mánuð. Verður hann leikmaður KR í glugganum? Það leifir mér eflastum. Eru KR-ingar að fara að fá fleiri leikmenn þegar glugginn opnar? Það verður bara að koma í ljós. Við erum auðvitað, við missum Alexander Rapp til Nordsjælland, Guðmundur Andri farin í FH, ekki veit hvað gerist með Amin, líklega er ekki að hann fari. Þá kannski, þurfum við mögulega að bæta við okkur leikmanni en það er ekkert sem er í hendi. Þetta er allt saman bara í skóginum. Takk fyrir það.